Komið sæl og velkomin í fjórðu umferð á Íslandsmóti kvenna. Upptakan aðeins seint á ferðinni. Tvær ástæður fyrir því. Fyrsta lagi var hraðskamót í kvöld sem ég tók þátt í. Öðru lagi þá klikkaði upptakan. Gleymd að tengja mikrofónin. Ekki gott. Allavega, við ætlum að kíkja hérna á fjórðu umferð og við skoðum aðeins tvær skákir þar sem að skák Lenku og Úlker fór ekki fram. Úlker náði ekki að mæta, þannig að Lenka fekk vinning þar og með fullt hús. Við byrjum að skák Liss og Batel. Það var F4-5 síkilöfur. Við höfum séð mikið af síkilöfurinn á þessu móti, þannig að lítið sem kemur á óvart. Og G6 hjá Batel. Batel hefur verið svona undir handleiðslu Helga Ólafssonar í skákskólanum. Farið á 2 Evrópumót ungmenna og ég hef farið á þau bæði sem liðsstjóri, farastjóri og svona aðeins inn í svona hvað hefur í gangi og hún byrjaði á því að tefla Nædorf á fyrsta mótinu en hefur eiginlega síðan teflt þennan Accelerated Drega, leika G6 strax. Og þetta er kallað það að því að svartur geymir er DP og hvítur leikur þetta er C3 þá kannski eru til línu það sem hægt að nýta sér það að hafa ekki leikið DP-inu og jafnvel hægt að leika D5 í vissum afbrigðum í einu leik. En gallinn við þetta er að hvítur getur leikið C4 sem að næri svona ákveðið rými hérna á umborinu. Valdar þess að lykilreiti hérna sem svartur reynir oft að sækja fram með peðanum. Og þetta er C6 biskup E3. Þetta er allt algengustu leikinir. Drottning B6 hérna er freistandi en virkar ekki ef ég man rétt drottning B6 með hvítur getur ef hann er hræddur leikið drottning B3 jafnvel reyndar B5 setur bara drottninguna þannig að engar ágjörð af pressunni hér þannig að algengast leika biskup E3 fáum þess algengast leiki hérna stuttrókun biskup E2 og hér er algengast að leika D6 mikið að teóru hérna en Batel leik E6 sem er svona ekki jafn algengt og hérna missir Liss kannski smá tækifæri. Svartur vill leika D5 og kannski best að leika bara riddari D til B5. Ástæðan er að bara opna fyrir drottninguna komum við F fyrir D5. Ef D5 er leikið þá bara drepum við. Riddarinn hóttar fyrir hann D6 líka. Þannig að svartur þarf að vanda sig greiðlega. Og samkvæmt apparatinu er hvítur með yfirbörðartafl. Þannig að kannski vera leikur Liss hér, stuttrókun og mikið rútína. Og svartur leikurinn D5 hótar að einfalla taflið töluvert. Liss drap hérna. Og hérna er kannski best að leika bara upp á að tefla upp á vinningin, að leika bara C5. Minn með svolítið að skák hérna Kasparov Carlsen, eða Carlsen Kasparov, sem var telt hérna á Íslandi. Hugmyndin bara falda peðið með það og tefla svolítið upp á það veikleika D5. En við fáum dráp á D5 þá verða hérna bara massa kaup, massa viðskipti og kredit á Batel. Flestir hafa dreipið hérna með drottningu sem er svona aðeins ónákvæmara en hún dreipir hann D4 og nú er svo orðið erfitt fyrir hvítan að ég bara halda liðið inn á biskup C4 kannski besta leiðin til að reyna eitthvað smá en hérna verður bara eins og ég segi massív uppskipti dreipið, hróku C hvítur hefur kannski smá til að leika sig með hérna og við getum sett biskupuna F3 við sem aðbröðum en ef svartur kemur liðin út og nær að komast okkar línu þá er þetta mjög jafnvægislegt peðin er á sömu línum samhver peð þannig að er þetta að gera eitthvað biskup E6 það er hún í hér líka hvítur sækir að B7 peði ef það eru kaup þá ætla hvítur að tvöfalda á 7. Svart vill ekki leyfa það leikir svo B8 þá er hún í A2 þannig að hvítur valda það A3 A5 við sjáum hérna svartur bara losa sig undir pressunni leikurinn A4 og nær bara valda sér peð og ákveðin þroskamerki hérna á taflskunni hjá Batel hún er ekkert að sprengja sig neitt bara valdar peðin sín fyrir kaupir hérna og þótt að hvítin á 7. þá hrókur F5 valdar allt, valdar peðið, valdar þetta
erfitt fyrir hvítan að komast eitthvað áfram hérna. Og hér verða frekari kaup. Og já, staðan líklega bara jafntefli. Það erfitt fyrir einhvern að tefla upp á vinning hérna og það endurtaka leiki. Þrisvar sama staðan og jafntefli. Bara virkilega vel gert hjá Batel. Sýnir þannig já, mikið styrkleikamerki og bætingu í sínum dæmisku. Og Liss hefur þurft svona, já, að finna þannig rittir BF-leiki byrjuninni. Við færum okkur í skák Jóhönnu og Hrunda. Mikilvæg skákur báðar, sérstaklega fyrir Jóhönnu sem að vantarlega ætlar að gera allavega á titlinum og þá þarf hann að vinna sína skákir. Og hún fær einmitt lengu í lokaumferðinni sem getur mjög spennandi. En það ekki allt búið. Þannig að sjáum hvað gerist í dag. 1-4, 1-5. Við fáum ítalska leikinn, biskup C4, biskup C5. Og hér allt þekkt. D4, E-tröfli D4 og gríðarlegur fjöldi skáka hérna með C-tröfli D4. Allt saman þekkt. Og þeir sem fylgist með netbandinu, þá var nokkuð mikið að skákum það sem við sáum menn endurtaka stöðuna í þessari línu. Það ekki biskup D2, drepið og drepið, frástríkum D5, drepið ritræður dronning B3 og þeir endurtaka leiki hér. Rittur A5, dronning A4, gríðarlega skemmtilegt eða þannig. Ef það er áhuga að sjá meira í jafntefli þá skal ég vísa það á ráðstefnu minni á ensku. Gera einmitt vídeo þessi skrýpa jafntefli öll sömul. En Jóhanna er ekki í neinum svoleiðis pælingum. Hún leitar henni í smiðju Daniel Dubov og leikur B2 til B4. Mjög hressandi leikur og svona, já, Daniel Dubov hefur verið mikið í þessu, svona að koma með skemmtilegar hugmyndir í þekktum byrjunum. Og hann vann mjög skemmtilega skáka á móti Karjakin, þar sem Karjakin leik biskup B6. Sú skák teldist E5, E4, biskup D5, kaup á C3, biskup G5. Hvíti fekk mikið frumkvæði og var skemmtilega skák. Ég ætla að vísa þá skák og skák Lagarde í sama afbrigði. Fyrir þá sem áhuga þessu afbrigði, þetta er mjög skemmtilegt afbrigði. Býður upp á mikla möguleika. Ég veit ákveðna forseta sem hafa notað þetta með góðum árangri og ég þekki fleiri sterkar skákmenn sem hafa beitt þessu með góðum árangri á netinu. Þannig að kíkja þær skákir ef þið hafið áhuga á þessu afbrigði. Með svona líkir skákir og hugmyndir og kritísku línuna á svarta að mínum mati. En hrundleikarinn er biskup B7 og þá er ekki boðið sama lína af því að biskup G5 í lokin er ekki boðið. Engu að síður komið E5 en biskup D5 er ekki boðið núna út af því sem ég nefndi, mununum á biskup B7 og biskup B6. Hrundleikur Jóhann leikur B5, bakkar á D3, verður að kaupa C3, dronning A4. Þetta eru held ég bestu leikirnir samkvæmt tölvunni og þetta hefur telst áður í skák Aleskerov gegn Prozviryakov, teldi í Moskvu 2006, 2 rússar og hún teldi svona, dronning G4. Nema hvað, hérna leikur Hrund G6. Prozviryakov, hann leik kongur F8 og skoðum þá skák eldsnögt af því að hún sýnir svona hvað hvítur fær átt í þessari línu. Slæma kóng, erfitt svona að fá svona tengsl á svörtumennina og hérna biskup F6, svona típiskur þrumuleikur, svipa og Dubov leik. Þetta er drepið, P-drepur og skák hér, þannig að svartur leik H6. Hvítur svona kemur mönnunum fyrir og hérna kemur algjör þrumuleikur, E6, stórskemmtilegt. Skákin í drap hérna svartur þetta, þá kom drepa G6 og hvítur komst inn og vann í nokkru leikjum. En einstaklega skemmtileg dronningafórn. Ef drepið þá kemur E7. Ef kongur E8, drepa D7 mátt. Kongur G8, E8, hrókur bara og vinnum, mátið stömmur. Þannig að ýmislegt er boðið, hættur hér og þar. Hrundleik G6. Stuttorkan Jóhönnu, D5, freistandaleikur, setur á dronninguna apparatið vildi leika hérna C5. Kannski leikur sem maður þyrfti svona aðeins að leggja stifi til að skilja betur. Ég gerði það ekki, kannski ekki tími til þess. En já, við erum kannski ekki alveg í byrjunarfræðunum hérna, enda fyrir átt mikil tími í það. Dronning D4,
Biskup E6, við sjáum að E6 stundum í loftinu. Mátti svartur hróka? Mögulega kannski, ég skal ekki segja. Allavega biskup E6, en nú kemur biskup H6. Og það mikilvægt einmitt þegar maður tefla svona fórnarpeðum og tefla frumkvæði og liðskipan. Það svona leikur mjög mikilvægur. Komið veg fyrir að svartur hróki. Og þrátt fyrir, liðsmun svartum í hag, 2 peðum yfir í augnablikinu, þá erfitt að tefla stöðuna fyrir svartan. Og ótrúlega satt, þá held ég að þessi leikur A6 hafi verið bestu leikurinn í tölvunni. Jóhann drap á C3. Og hér kemur svona, hér segir tölvun að þetta sé svona orðið helviti erfitt á svartan, þetta biskup C5. Biskup F8 kannski síðasti möguleikin til að fá tefluna stöðu. Biskupinn hörfar, þá getum við fara að leika biskup hér og stuðþróka. Ef kaup, kóngudreipur og eitthvað smá skjól, getum við tætt stöðuna. Biskup C5, dreipur Jóhann á A6. Og vandamál svartin er ekki að hróka, nú kemur biskup G7, setur hrókin, biskup F6. Og stoppar hrókun, og hreyfur hrókin, nú kemur svartur ekki hinum megin. Nú koma hvítumennir bara inn, rittar G5. Hún í H7, E4 eftir atvikum. Eftir kaupin þá, erum við þokkalega að hoppa E4. Og enn og aftur erfitt til svartan að tefla. Tölvan segir að þetta sé bara hartnær búið. Hér er að koma gaffall. Við viljum bara hvaða maður kemst undan. Drottningin kemst undan, þá kemur skákin og Jóhanna er orðin hreinu skiptumenn yfir. Svartur fær kannski smá teflulega stöðu. En Jóhanna teflir þetta af miklum krafti, leikur drottning E4, kemur hrókunum í spilið. Hrókur D6 gefur athöfnpeðið en hún ætlar að opna kóngstöðuna upp að gátt leikur E6. Það er ekki hægt að hleypa þessu peðið of langt, setur hrókin fyrst en hrókur B1, drottning tilbaka. Sjáum að E7 þá er drepið, vonni hér. En Jóhanna ætlar bara að drepa F7 með skák, fellur á G6, B6. Og allt undir kontról í Jóhannu. Ná síðasta trikki auðvitað C6 en það er ekki trikk af því að þessi skák er svarað með hrókur B, borðið er valdað þannig að hrund gafst upp. Mikilvæg sigur hjá Jóhannu sem heldur svona heldur í vonina. Við fáum bara skemmtilega úrslitaskák í lokaumferðinni, það getur verið gaman. En fyrst fáum við 5. umferð og hún fer fram á morgun og sjáumst síðar. Takk fyrir.